Jæja Svenni, hvað hefurðu að segja eftir svona leik? Bara enn einn töpustiginn, mjög svekktur. Þetta er fjórða jafntefli okkar núna held í síðustu 5 leikjum og þetta er rosalega dræm stígasöfnun fyrir lið sem í þeirri baráttu sem við erum í. Og en mér fannst bara samt Leiknislið, mér fannst þeir hrikalega góðir. Ekki þegar við komum okkur óvart, þeir spila rosalega vel, þeir eru í flottu formi. Og formið er ekkernilega gott því að þeir eru að vera að ná flottum úrslitum og bara hvernig þeir voru að spila fannst mér nokkuð flott og það var ekki fyrir seinni hálfleik sem að mér fannst við taka yfirhöndina alveg fram að markinu þeirra. Mér fannst ég alveg vera með þá og ég beið bara eftir 2-0 markinu í þeirri stöðu og en bara gríðarlega mikið vonbrigði. Getur eitthvað svona útskýrt kannski í stuttu máli hvað klikkaði frá upplegginu? Nei, í rauninni ekki sko. Við held ég varnarhorfinu okkar ágætlega sko og skorum fínt mark í fyrri hálfleiknum sem mér fannst jafnvel svona gegn gangi leiksins og en markið þeirra gott spil og léleg pressa hjá okkur út á vellin þar að kom ekki veg fyrir skotið. Leikurinn einkenndist kannski svolítið að því að við náðum ekki að halda boltann nógu vel innan liðsins. Hefur einhverja skýring á því? Var það bara pressa leiknismanna eða hugafar okkar? Ég hef svo sem ekki alveg skýringar á því eins og ég segi. Mér fannst að koma ekki nógu góður og nógu langir spilkaflar hjá okkur. En klárlega betri leikur heldur en hjá okkur síðustu helgi. En við hefum ekki að bera okkur saman við okkar versta leik sko. Þannig en bara vonbrigði. Kannski aðeins Fannar gat ekki klára leikinn vegna tæklingar og meiðsla. Sástu þetta atvik og það rautt spjald? Já, mér fannst það rautt spjald og ég held að Bjarki geti alveg viðurkennt það eftir að hann kemur á mikilli ferð og hann er stór strákur og með fótinn beint út frá sér. Já, og þannig að hann þarf að vera býsna hátt í það og ég held að það bara er fínt að við fengum dómara sem var þorir að taka rétt ákvörðun þó hann sé stór. Næsti leikur er úti í Keflavík, það er þá væntanlega orðin bara algjör skyldusigur. Ef við þurfum 12 stig, ef við ætlum að ná markmiðum, ég held að það sé mjög einfalt. Þakka þér fyrir.